Ágætu gestir, ánægjulegt að sjá hvað þið hafi verið duglega að vakna í morgun. Ég ætla að vera með aðeins annan vinkil í þessu máli vegna þess að til okkar mikið leitað vegna fasteignagjalda hjá eldri borgurum. Og þeir ótrúlega minnu ég líka á að einhver gjöld hafi verið sett á einhver tíman og verði hugsanlega hætt við þau þegar að búið er að framfylgja málinu. Þar ég að tala þegar að sorpsrennslistöðvarnar voru settar hér með strandlengjunni, þá átti að lækka gjaldið en því var haldið óbreyttu. Það sem að mín eigin reynsla, ég eignaðist íbúð sjálf, ung, bara hérna rétt hjá út á Gullteig, pínu litla kjallaríbúð og það voru bara 2 tegundir af fasteignagjöldum, fasteignagjöld og lóðarleiga, punktur, ekkert meir. Og þetta var svo lesin einhvern tíma og síðan stakkaði maður smátt við sig eftir maður eignaðist fleiri börn. En svo gerist það að fasteignagjöld fara að hrúa utan á sig eins og hér hefur komið fram alls konar öðrum gjöldum. Og það í mörgum tilfellum við að æra óstugan að skilja þetta. Vegna þess að þegar að til dæmis bláa tunnan kom og skrefagjaldið, að þá skrifaði þeir aftan á blöðin sín, álagningablöðin sem við fáum, það að segja svona blað og aftan á eru leiðbeiningar. Og hvað haldið þið að margir lesi þessa leiðbeiningar? Þar getum við athugað, getum við fækkað dögunum sem sorp sótt, getum við breytt ykkur með skrefagjaldi, fært tunnurnar aðeins utar. Það ýmislegt svona sem að fólk hefur bara ekki hugmyndum og verður þar að leiðandi oft gátt á hlutunum. En eins og ég sagði í upphafi, við erum mjög oft spurð hvar lágmarkið og hvar getum við fengið þennan afslátt sem hér hefur verið lýst, en gólfið í því svo lágt að þetta nær til mjög fárra og þar teljum við að sé pottubrotin. Hins vegar þegar fasteignagjöld hækka svona ört á milli ára, þá höfum við hvatt okkar fulltrúa í 52 félög innan Landssambandsins vítt og breitt landið að ganga á fund sveitarstjórnarmanna og ræða þessi mál, sérstaklega að hvetja á til þess að nota sér ekki möguleikana á að hækka það enn frekar. Og stundum hafa mönnum orðið ágengt sem betur fer. En við fórum í útvarpsþátt núna í Bylgjunni í vikunni og það var bara þannig að okkur var fagnað eins og ég veit bara ekki hvað. Loksins ætlar einhver að tala fasteignagjöld. Og þeir Gulli Byggir og Kó, þeir voru bara þannig að þeir voru Heimir fyrirgefið, að þeir sögðu okkur sögu, sko. Heimir sagði ef ég sel einbýlishúsið mitt á bara góðu verði og Heimir býr áfram hérna í sínu húsi en þá hækkar samt allt í götunni. Það þannig að ef nýbyggingar, ég get sagt ykkur dæmi við Sogaveginn, Sogavegurinn mjög gamall vegur, lá fram hjá bóndabæjum, svo voru byggðar fullt af litlum timburhúsum, fólk var ekki efnað á þessum árum. Þau hafa mörg hver verið rifin og byggð dýrindis einbýlishús. Við það hækkuðu allir í hverfinu, en þeirra hús breyttist ekki neitt. Þessi vinnubrögð fasteignamati eru óásættanlegt. Og ég tel að því að þessi fasteignagjöld það lagagrunnur á bakviðu að það þurfi ósköp einfaldlega að breyta og vinna að því að taka þessi lög upp og finna einhverjar nýja leiðir, tengja það við einhvern annan stofn vegna þess að þetta handahófskennt og það getur ekki verið réttlætanlegt eins og góðu vinur minn sem vinnur hjá mér hlut úr degi, hann býr niður í 101 og ef að þar birtast nokkur ný og dýr hús, að þá fær hann alveg dúndrandi hækkun. Við fengum að heyra það að ungt fólk í Njarðvíkum, það fekk 15 milljón króna hækkun milli ára. Vegna þess að það verður að taka fjölda húsa í notkun sem höfðu verið í byggingu og þau voru gjörsamlega bara orðlaus, hvernig eigum við að kljúfa þetta.
Og þá komum við að því ég er fulltrúi eldri borgara, að það er gríðarlegur fjöldi eldri borgara sem á bara vont með að kljúfa þetta. Í þeim hverfum þar sem fólk hefur byggt svona, ég má segja, frekar stórar íbúðir, að þá var tíma mjög vant að selja þær og menn brugðu á þá ráð kannski að skipta eignin í 2 eignir og leigja út frá sér, en fasteignagjöldin sátu náttúrulega kjur og þú þarft að borga þau. Og núna sjáum við það þegar það er verið að byggja núna hjá samtökum aldraðra eitt stórt hús við kennaraskólann, nýbúið að byggja í Árskógum, 68 íbúðir. Það er fólkið úr stóru húsunum sem vill losna og komast í minna vegna þess að það rétt skrimtir á sínum eftirlaunum með svona hágjöld í vasanum. Það er nefnilega enginn sem veltir því fyrir sér hvað gerist í starfslokum okkar sem erum eldri. Það sem gerist það að ef við vinnum á almenna vinnumarkaðnum, að þá eru lífeyrissjóðirnir okkar ekki það þroskaðir ennþá, að við erum að fá kannski hæstalega 50% og jafnvel minna af fyrri tekjum. Og ef við erum opinberir starfsmenn, að þá geta þetta verið svona frá 65 til 72-73% af fyrri launum. Þetta fall við það að hætta að vinna gerir það að verkum að það er minna í buddunni fyrir þessar álögur. Og það virðist öllum vera skýrt sama hvort að við eigum fyrir þessu eða ekki. Og það er verið að þrengja verulega að þeim sem búa einir, manneskja sem verður ekkja eða ekkill, býr við þann vanda að geta jafnvel ekki ráði við fasteignagjöldin, auk annara gjalda. Nú auðvitað koma út úr svona pökkum alls konar skemmtilega sögur. Ég er að minnka við mig persónulega. Það var hringt í mig í ofboði og sagt, hefur ekki endurnýjað lóðaleigusamningin? Og ég sagði, hvaða lóðaleigusamning? Já, húsinu fylgdi lóðaleigusamningur, já, en ég sé hann aldrei. Hann hafði ekki verið endurnýjaður í 20 ár, en ég borga lóðalegu, samningslaus. Er það rétt? Get ég ekki kært þetta? Ég spyr þig. Sko, og mér var bent á að fara inn á neti hjá Reykjavíkurborg og finna einhverja slóð og sækja að fá endurnýjaðan lóðaleigusamning, því hann yrði að vera til að geta skipt íbúð. En ég verð að segja að það er svo margt sem að vera svo hundgáttaður á í sambandi við húsnæði og kostnað og allt þetta, vegna þess að það er búið að flækja okkur, eins og þið fundið á erindinu hér áðan frá hann Þóri, að þetta er allt of viðamikið. Þetta er ekki fyrir almenning að kæra þetta, það er af og frá. Og þú þarft að vera mikið glöggur. Við þurfum að setja upp að húseigendafélagið taki að sér að leiðbeina fólki hvaða leiðir er hægt að fara, vegna þess að ég segi bara, mín tilfinning er þessi, þetta er of mikið, þetta er féþúa. Ég get sagt ykkur annað dæmi, kunningi minn úr stjórnin okkar, hann býr fyrir norðan og það er jörð og hann hafi bara svona óskup meðal. Það selst eitthvað svipað hinum megin í Eyjafirðinum. Fasteignagjöldin hans hækkuðu heilan helling. Þessar aðferðir eru algjörlega óafsættanlegar. Við hugsanlega, vegna þess að húsi mitt breyttist ekkert þó það væri byggð upp í Sogavegi nokkur hús. Það er alveg sama húsi sem ég bý í. En á hverju á ég að borga meira af því að ykkur 3 eða 4 eiga dýrara hús. Þá er spurningin, getur maður kært þessa nýja álagningu og sagt, mitt hús er ekki þessi virði í dag. Ég bara spyr, er það hægt? Já, en er það ekki eitthvað dvesinn? Ég held að það sé tölverð fyrir höfn og annars slíkt, en ég fer að skora á fólk, einmitt að gá að því, getur verið að verðmatið á íbúð sem að var metin, segjum bara á 65 milljónir og svo eru byggð nokkur hús í hverfinu og þá er hann allt í einu komin í 80 milljónir og þá borgið þið skatta sem eru miklu, miklu hærri. Svo er eitt stórmerkilegt fyrirbæri í öllu kerfinu að því ég fer svolítið út á suður, það er það að fólki sem á stóra eign, að það setur upp með vaskatt miðað við fermetrafjölda en ekki miðað við mæli og ef þetta eru 2 manneskjur eftir, börnin og flogina heiman,
að þá þetta fólk ekki að eyða vatni í neinu samræmi við fermetragjald. Og við erum þarna algjörlega tröllum gefin í sambandi við kaldavatnið. Þetta ekki heitavatnið, þetta kaldavatnið. Og þó ég sé ekki hrifin á mælunum í Danmörku vegna þess að þar hleypur maður inn í sturtuna, maður slekkur, setur sjampó í, hleypur inn og slekkur aftur á kalda vatninu og svo út. Vegna þess að þeir hafa svo lítið vatn, sérstaklega á þurrkatímum. Ég ekki að byrja það, en ég vil bara fá kranamæli því að það kannski ein manneski eftir í íbúðinni sem voru kannski 5 í. Og vatnsneyslan bara þá fermetratengt. Af hverju ekki tengt notkun okkar? Við getum haldið svona áfram alveg hér í hálftíma að tína til villurnar sem í þessu kerfi. Það þarf að laga til. Og ég segi að þessi fundur, hann ætti að skora á stjórnvöld að taka upp þessa lagasetningu og breyta hvernig þetta allt saman reiknað út. Svoleiðis að einhverjir sjóðir eins og þú nefndir áðan eigi ekki nokkra milljarða einhver staðar á bakvið sem enda svo í einhverju hít. Ég ekki tilbúin til þess. Ég get sagt ykkur að þessar eignir í 101 sem hafa rokið upp bara út af stórbyggingunum þar, fólki sem býr í húsunum í nágranna götunum, það bara engan veginn sátt. Og það þá lífið okkar að það einhver annar sem ákveður hvert hafi pening, launin ykkar, afganginn og svo bara kemur allt í einu miði sem tekur af ykkur 30-40.000 eða meira. Þetta ekki eðlilegt, þetta langt í frá þetta og svo þetta mjög ógegnsætt og eins og þið sáuð áðan, þetta svo marga flækjur að það ekki fyrir óstöðan að finna lausnir eða að geta gagnrýnda opinberlega. Það sem ég gagnrýni að fólki mitt sem aldrað og að hætta að vinna, að þegar að launin lækka, að þá þrengir að. Það bara þannig. Og það miklu nær að afar og ömmur eigi smá vasapenning handa barnabörnum heldur en við setjum meira í hítina. Við erum og viljum ekki vera féþúa. Takk fyrir mig. Kæra þakkir Þórunn, skelegga vanda og þannig kannski mér datt nú í huga að segja þetta með eldri borgara og dýrt húsnæði vegna þess að einhvers staðar hinum megin verið að reyna að halda okkur gamlingjunum í okkar eigin húsnæði eins lengi eins og hægt vegna þess að það engin hjúkrunarheimili til að taka á móti okkur þannig að þetta svona svolítið mikil öfumæli í þessu öll saman. En þetta kannski skýrir líka hvers vegna við erum að þétta byggðum alla bæ. Þannig að það sé hægt að hækka fasteignagjöldin á okkur hinn sem búin að búa lengi á svæðinu. En ég beðin að lesa hér upp ályktun sem frummælendur og þeir sem standa að baki þessi málþings í dag sem þeir vilja láta samþykkja hér í dag. Og ég ætla að lesa hana upp. Búið að samþykkja hana? Kynningar. Hún til kynningar. Ég var svo lýðræðisleg, ég held að þeir fengi að hafa áhrif á það hvort við ætlum að segja þetta eða ekki. En allavega þessir aðilar sem eru þá félag atvinnurekenda, húseigendafélagið og Landssamband eldri borgara. Þetta sameiginleg ályktun þeirra og var kynnt hér á þessum almennum fundi á Grand Hotel í dag. Og hún hljómar þannig: Húseigendafélagið, félag atvinnurekenda og Landssamband eldri borgara lýsa yfir megni óánægju yfir miklum yfirvofandi og þegar orðnum álögum á fasteignir í formi fasteignaskatts, fasteignagjalda og annarra gjalda sem lögð á fasteignaeigendur á grundvelli fasteignamats. Stjórnvöld þurfa að grípa til tafarlausra aðgerða til að stemma stigu við sjálfvirkum hækkunum á slíkum gjöldum og leiti annarra sanngjarnari og hóflegri leiða og aðferða en fasteignamats til grundvallar skattheimtu og álagningar gjalda. Slíkar álögur á fasteignaeigendur hafa farið sífellt og mikið hækkandi undanfarin ár og verulegar hækkanir í pípunum og fyrirsjáanlegar á árum komandi. Staðreyndir og tölur tala sínu máli og staðfesta það óyggjandi. Húseigendur þurfa að leggja sitt til samfélagsins eins og aðrir. En álögurnar verða að byggjast á sanngirni og réttlæti og á gegnsæjum og skynsamlegum sjónarmiðum, grunni og reglum.
Álagningin hefur undanfarin ár vaxið stjórnlítið samanborið verðlag og laun í hrópandi ósamræmi við afkomu og hag eigenda, rekstur heimila og atvinnufyrirtækja. Hækkanir hafa verið langt umfram það sem eðlilegt og þá sama hvert viðmiðið Hömlulitlar hækkanir og álögur rýra hag eigenda bæði beint og óbeint. Ráðstöfunartekjur lækka og útgjöld hækka vegna afleidrar verðlagshækkana. Húsaleiga jafnt atvinnuhúsnæðis og íbúða hækkar í kjölfarið. Hækkanir af þessu tagi ógna verðlagsstöðugleika. Sveitarfélög sem vísa á fasteignamatið og þykjast enga ábyrgð bera sjálf á hækkun fasteignagjalda vísa þannig frá sér ábyrgð og efnahagslegum stöðugleika. Útreikningur fasteignarsmats ógegnsær og uppfyllir ekki þá einföldu kröfu að skattgreiðandi skilji hvernig skatturinn er reiknaður út. Fasteignamat aðalega gjaldstofn fyrir álögur en að öðru leyti til lítils gagns. Það kostar mikla peninga og mannafla að halda því úti. Auðvelt væri að nota annan gjaldstofn, til dæmis brunabótamat, fermetrafjölda eða aðra viðmiðun sem helst í hömlu en dregur ekki eftir sér sjálfkrafa röð hækkana. Fundarboðendur skora eindregið á sveitarfélög að lækka strax álagningaprósentu fasteignaskatts á næsta ári. Þeim það í lófa lagið í tengslum við fjárhagsáætlanir og nægur tími til stefnu, vilji og skilningur allt sem þarf. Í framhaldi af því þarf að kafa dýpra og breyta kerfinu þannig að gjaldtakan sé og verði eðlileg og hækki ekki von úr viti og villt og galið eins og hún hefur gert undanfarin ár og mun gera áfram verði ekki í rétta taumagripið. Ég geri ráð fyrir og vil biðja ykkur að koma hér í panel framsögumenn, þannig að nú verður opnað á spurningar til þeirra og þið getur þá líka komið athugasemd á þessa ályktun. Einn áfram. Þetta má standa núna. Þetta skansa lagsta lífsteg. Okay. Undir öll. Þannig að gjöru svo vel. Ólafur, ætlar þú að ganga og stýra með hana? Já, ég gera það. Það Fundarstjóri, ágætu frummælendur hér, þakka fyrir góðar fyrirlestra um þetta efni sem mjög hugleikið. Þessi ályktun sem að hefur verið samþykkt, að ég tel að inn í hana vanti það að það þurfi Alþingi þurfi að setja ný lög tekjustofna sveitarfélaga. Fasteignaskattar í hvað eiga þeir að fara? Þá að ég tel að það eigi að skilgreina í hvað það fé á að fara sem þar innheimt. Vegna þess að sveitarfélögunum heimilt að nota þetta hvernig sem til dæmis til að gera upp bragga út á Reykjavíkurflugvelli, 300 milljónir þar, fasteignamatið þá 300 milljónir á þeim bragga, þannig að það ábyggilega ekki hægt að leigja hann út. En ég tel að það þurfi að endurskoða þessa tekjustofna sveitarfélaga og það þarf náttúrulega alveg absolutt að koma vitinu fyrir sveitarfélög og ríkið með mælingu á köldu vatni. Ég skrifaði grein fyrir 3-4 árum í Morgunblaðið þar sem að ég benti á nauðsyn þess að kalda vatni væri mælt, af því við erum að sóa ofboðslega mikið af köldu vatni. Það nóg til að köldu vatni á Íslandi. En sóuninni fylgir það að það verið að virkja meira sem eykur kostnaðinn við vatnið, við öflun þess og þá sem við neytendur borgum. Kalda vatnið fer líka út í holræsakerfin og þar verið að dæla því áfram út í sjó. Það veldur líka kostnað og við erum að dæla miklu meira köldu vatni út í sjó heldur en að við þyrftum að vera að gera ef við spöruðum vatnið eitthvað. Þannig að það að mörgu að taka í þessu. Allstaðar á byggðum bólum sem við erum að bera okkur saman við kalda vatni mælt og það sem meira að kalda vatnið það grundvöllur holræsakerfisins. Hér ekki neitt slíkt. Það var talað hér áðan byggingaröryggisgjald. Það var lagt á með tilkomu mannvirkjastofnunar. Þá hækkaði það gjald 100% muni ég rétt. Það þannig
að gjaldið skilar miklu meiri tekjum heldur en kostnaðar mannvirkjastofnunar nemur. Þetta hef ég séð í ásreikningu þeirra. Ég veit ekki hvernig það núna í dag, ég sá þetta fyrir 2 eða 3 árum og vakti á þessu athygli. Og þá var sagt, já við munum stækka og þurfum meira restarfé og þá eigum við þetta inni. Kerfið allt svona. Þetta gjörsamlega ónýtt kerfi og þarf að breyta þessum lögum, númer 1, 2 og 3. Takk. Já, ég kannski bendir á þegar ég geta að kynna mig. Magnús Sædal heiti ég og fyrrverandi byggingafulltrúi í Reykjavík meðal annars. Takk. Jakob Frímann Magnússon, örstutt sjónarhorn varðandi þetta sem hér hefur verið rætt. Þakka fyrir mjög góðan fund, fræðandi, eða inspirerandi, sérstaklega fyrsta erindi með öllum þeim gjöldum og nöfnum á gjaldstofnum sem að þar komið fram, sprenglægilegt, hvað ég að sagt. En þetta eiginlega speglar fyrst og fremst kerfis vandast, það sem við erum að horfa hérna. Og ég því meður hræddur að brýningar til sveitarfélagum að lækka fasteignagjöld og skatta muni engan árangur bera, vegna þess að þau eru öll meira að minna á kúpunni. Það verkaskipting ríkis og sveitarfélaga sem vandamáli hér, það búið að hengja utan hálfsveitarfélagana, verkefni sem þau ráð ekki við. Þau hafa ekki gjaldstofna. Og stærsti búhnykkur í íslensku samfélagi sem orðin stærri heldur en stærstu atvinnugreinar til lengri tíma, sjávarútvegs og álframleiðslu, það að segja ferðaþjónustan. Við þurfum bara að muna það að minnst af þeim búhnyk fellur til sveitarfélagana. Það lendir allt hjá ríkinu. Það nóg til hjá ríkinu en það allt og lítið til hjá sveitarfélagana miðað við það sem búið að hengja hálsinn á þeim. Þannig að við eigum að einbeita okkur á því að fara til ríkisins og biðja þá réttlátari díl fyrir sveitarfélögin sem gerir þeim þá kleift að lækka þessi óheyrilegu fasteignagjöld. Það allir samanlega, þetta fáránlega hækkun á undanfarnum árum, en eina leiðin til þess að þau geti haldið velli og haldið áfram að þjónusta það sem þeim ber, að ríkið gefið þeim betri díl, meiri hlutdeild til dæmis í virðisaukanum öllum. En þetta nú punktur sem ég til að veitum að halda til haga og ég fundum síðar. Já, takk ykkur kærlega fyrir þetta framtak. Axel Helgason heiti ég, fasteignaeigandi bæði atvinnus og íbúðar húsnæðis. Mér langaði kannski að spurja hvort að þið hafið upplýsingar hver heimild fasteignamatsins að fara í svona svæðisbundnar athuganir eða endurskoðun á verði þar sem að eins og dæmin hafa verið nefnd einstök framkvæmd hefur áhrif á heilt hverfi. Þeir virðast vera hafa ótrúlegt svigrúm og til dæmis að nýlega fóru að endurreikna með tilliti til fjarlægðar frá vatnsbakka, með fjarlægð frá háspennulínu, með fjarlægð frá gólfvelli. Ef þið klikkið á tölun ykkar, þá fáið þið uppgefið hvað þið eru með ykkar fasteign langt frá gólfvelli. Síðan þegar fasteignamatið spurt hver sé reikniformulan á bakvið þessar upplýsingar og hvernig upplýsingarna vega inn í fasteignamatið, þá neita þeir að upplýsa það. Þetta algjörlega galið að þeir hafi bara virðist vera bara embættismaður, fær hugdettu eða hvað þetta komið frá sveitarfélögunum til þess að framkvæma ykkur að gjörninga án þess að mínu viti að sé lagastoð á bakvið það. Og síðan annað því að sveitarfélögin hafa orðið uppvísað því að fara yfir heimild í álagningu fasteignagjalda eins og Ísafjörður fyrir 3 árum minni mig, þá eru þau að nota vatnsgjöldin til þess að stilla af eins og þau gerðu og komist upp með. Þá kom bara svar frá embættismanni bæjarins, þá bara hækkuðu vatnsgjöldina móti þannig að við fáum sömu tekjur. Þetta algjörlega galið. Og síðan annað að það þarf að auka gegnsæi í þessu öllu saman. Það þarf að segja að sveitarfélögin þarf að vera gert skylt að upplýsa tekjur af atvinnuhúsnæði hverju einu, sumarbústöðum og íbúðarhúsnæði. Til dæmis í Bláskógabyggð, þar sem ég vil meina að megin tekjurnar komi frá sumarbústöðum og þar hafa gjöldin hækkað 4-falt á mörgum húsum á bara 6 ára tímabili. Það algjörlega óþolandi að sveitarfélagið eins og í Bláskógabyggð geti bara neitað sundurliðun þessara tekjustofna
til sveitarfélagsins. Því að við þurfum að geta sýnt fram á að tekjurnar eru mun meiri heldur en kostnaðurinn. Það þarf að vísu að setja í lög að þessi, eins og Magnús Sædal segir, skilgreina sem sagt í hvað þetta má renna. Þannig að sé síðan hægt að sýna fram á að þetta er allt saman mjög á veikum grunni byggt. Takk fyrir. Ég get svo sem tala bara frá sæti, það heyrist á því daginn. Ég ætla aðeins að fara, Magnús Sædal talaði fasteignaskatta og þetta skilgreina betur í hvað þeir færu. En með því til að svara fasteignaskattur skattur. Þannig að sveitarfélögin og aðrir opinberir aðilar, þegar þeim skattir ræða, þá bara kemur okkur ekkert við sem almennum kjósendum eða íbúum hvað þetta fer í. Það bara þannig sko. Þau segja að fasteignaskatturinn sé notaður til þess að í samneysluna eins og rekstur á leikskóla, grunnskóla og svo framvegis. En þannig það bara með skatta. Þeir fara bara í hítina sko. En það oftar á móti með þjónustugjöldin að þar eru miklu strangari kröfur eins og ég nefndi hérna áðan og Magnús Sædal talaði sem sé varðandi vatnsskattinn eða vatnsgjaldið, þetta hétt vatnsskattur hérna áður fyrir, vatnsgjaldið heitir í dag að það má örugglega setja upp slíka mæla, það vissar heimildar ákvæði í lögunum vatnsveitur, mælingu en það sérstaklega við atvinnuhúsnæði. En þetta er mjög góð hugmynd. Hvers vegna á að reikna vatnsgjaldið per fermetra en ekki per notkun, eins og með heita vatnið. Ég held að sko, í mínum huga er kalda vatnið meira virði heldur en heita vatnið. Nú, það var nefnt hérna tekjustofna sveitarfélaga og ríkisins. Þetta er jú eilífðarmál og tekjuskiptingu, við vitum það vel að tekjuskiptingin er mjög óréttlátt og það er bara tilefni til sérstaks fundar. En ég held að sé ekki á þessum vettvangi. Varðandi fyrirspurn frá Axel Helgasyni heimildar ákvæði og hvernig á að reikna. Það þessar reglur mjög flóknar og ég reyndi að pæla mig einu sinni gegnum þetta. Þetta er yfir 100 blaðsíðna doðrandur sem er bara mjög erfitt að skilja. Þannig að þetta er nákvæmlega eins og hann lýsir að þetta er oft svona bara einhvern ákvörðun embættismanna innan fasteignamannsins að taka ákvörðun að þetta skulle vera svona eða hitt en þetta er kæranlegt. Maður getur haft samband við þjóðskrána og sagt að verðmæti á mína fasteignar er ekki svona. Ég vil að þið endurmetið sem sé eignina, hún lýsti þess mjög ágætlega, hún Þórunn hérna áðan, en að gera, hafa samband við fasteign eða svo þjóðskrá á Akureyri, maður tala þar við embættismenn þar, maður getur líka að fara á netið, það er einhver eyðublöð þar sem maður getur fyllt út til þess að kæra, en endilega, sérstaklega þetta að það skulle vera byggt þarna hótel eða einhver glæsivilla í hverjum okkar og svo hækkar verðmæti eignana úr öllu valdi. Okkar eign hefur ekki hækkað. Það er bara svoleiðis. Nú, en svo nefndi hann einnig að Bláskógabyggð hefur neitað að skilgreina hvað er tekjur og gjöld. Þetta er bara ólöglegt. Þeir verða að skilgreina og ef einhver íbúi sem er aðilamáls, íbúi í Bláskógabyggð eða á eign í Bláskógabyggð, þá hefur hann heimild og bara getur krafist þess að fá sundurliðun hvað er kostnaðurinn við vatnsveituna, hver er kostnaðurinn við fráveituna og hver er kostnaðurinn við umhverfisgjöldin. Akkurat það sem við erum að segja áðan að þau mega ekki þessi gjöld vera hærri heldur sem nemur útgjöldunum. Það er bara að gera, ef þeir svara þessu ekki, Bláskógabyggð, þá myndi ég hafa samband við úrskurðarnefnd umhverfismála eða jafnvel ráðuneytið og bara klaga sveitarfélagið, bara einfalt. Góðan daginn, ég vil þakka fyrir góðan fund, þetta er búið reglulega skemmtilegt og interessant að vera hér, sérstaklega dæmið Jón og Gunnu og svo framvinda sem að Magnús var að
segja okkur frá. Við erum mörg í þeim spórum. Einyrkjar sem vildu frekar hlúa sínum rekstri heldur en að borga í lífeyrissjóð, allan að þetta fólk sem á mínum aldri. En það sem mér finnst vanta hérna í þetta salnagvar hér, að ég heiti Elías Gíslason og er fasteignareigandi. Það sem mér finnst vanta í þessu, það er mismunurinn. Af hverju er ég að borga fasteignagjöld miklu hærri heldur en maðurinn á Hornafirði? Af hverju, er það ekki mannréttindi er það ekki mismunur á mönnum? Verðmæti á eigninni skiptir engum máli. Ef þú selur eignina þá borgar þú skatthafinni og ef þú tapar henni og hún er ekki verð þá fer tapið rekstur líka. Þannig að mér finnst að ég leggja niður þessi, ég segi andskotans fasteignagjöld og breyta því og fá einhvern annan gjaldstofn. Það getur verið leigutekjur, það á alltaf að skattleggja þegar tekjurnar verða til, þegar verðmætin skapast og herreikar, þá á að reyna að skipta kökunni á milli ríkisins og okkar. En að vera að skattleggja einhvern kofa út í móa, mér finnst það alveg út í hróhött. En það hefur ekkert verið talað hérna neitt þess að mannréttindi, af hverju á Kópavogur að borga lægri skatta heldur en ég, þó ég búi í Reykjavík. Mér finnst þetta líka alveg út í hróhött. Takk fyrir. Já, góðan daginn, Ólafur Adolfsson heiti ég er sveitarstjórnarfulltrúi á Akranesi sem var rætt hérna áðan. Ég er jafnframt atvinnurekandi og mér finnst vanta eitt í þessu umræðu hérna, eða tvennt reyndar. Mér finnst vanta upplýsingar úr panel, hversu stór hluti af tekjum sveitarfélaga eru tekjur af fasteignum. Það hefur auðvitað áhrif á það hvernig sveitarfélaginu umgangast tekjustofninn. Og svo finnst mér vanta hérna líka annað sem er það að sveitarfélögum er í dag refsa fyrir að nýta ekki tekjustofna sína. Eitt af því eru fasteignaskattar og sveitarfélög sem ekki nýta fasteignaskattana sína þau fá frádrátt úr jöfnunarsjóði. Þannig að þetta er í rauninni tvöföld refsing fyrir að nýta ekki tekjustofnuna. Svo er eitt sem ég langar til að nefna hérna, það er að sem atvinnurekandi er auðvitað mjög blóðugt að vera borga mjög há gjöld og ég er sammála því að það þarf að skilgreina í raun á hverju við byggjum fasteignaskattana. Af því að þetta eru fyrir flesta svona ákveðin dulúð yfir því fyrir hvað fasteignaskattinni standa. Og mér finnst rétt og ætti að vera í rauninni afgreitt af hálfu sveitarfélagana að skýra þann skattstopp frekar. Já, ég heiti Ingibjörg, takka mikið vel fyrir mjög áhugaverð erindi. Mér langaði að spyrja, ég bý í Reykjavík, hverjir borga lóðarleigu? Ég vil bara vekja athygli á því að ég bý í húsi þar sem að við eigum lóðina og við borgum ekki lóðarleigu, þannig að við borgum lægri fasteignagjöld. En það eru, spurningin er það sem sagt, ef að lóðin hefur verið keypt af sveitarfélaginu, borgar maður þá lóðarleigu. Og annað, að við vorum að tala um vatnið, ég er gjaldkeri í þessu fjölbýlishúsi sem ég bý í, og þá borgum við heitavatnið samkvæmt rúmmetrum. Við erum með nýjan eignaskiptasamning eða nýlega. Áður þá borgum við bara samkvæmt stærð, en í dag þá borgum við samkvæmt þessum nýja eignaskiptasamningi, þá borgum við samkvæmt rúmmetrum. Takk. Það er ekki margir sem eru á eignarlóðum. Flestir eru að borga lóðarleigu. Ég held að það sé bara þannig. Það er þannig sem þetta byrjaði, fasteignagjöld og lóðarleiga. Svo hlóðst allt hitt utan á síðustu 30 árum eða 40. Já.
Já, Elías spurði hvers vegna eru gjöldin hærri hérna í Reykjavík heldur en í Hornafirði. Svarið einfalt, það tvíþætt. Það annars vegar að matið á fasteignum að hærra hér í Reykjavík heldur en í Hornafirði, og svo þetta líka spurning pólitískar ákvarðanir. Í Reykjavík til dæmis á atvinnureksturinn allt í hámarki, en á íbúðir tiltölulega lág prósenta, en fasteignamati hér í Reykjavík er svo miklu hærra heldur en Hornafirði, þess vegna þessi mismunur. Ég kom inn á erindi mitt hérna áðan að það mismunurinn að sveitarstjórnarmenn bara að ráða þessu sko. Þannig séð, ef þessi halda sig inn á ramma lagana. Nú, Ólafur Adolfsson nefndi hversu há prósenta fasteignagjöld af heildartekjum. Heildartekjurnar eru fjórþættar, þannig annars vegar fasteignagjöldin, það útsvarið við það stæðst, svo eru framlög úr jöfnunarsjóði og svo eru þjónustutekjur, svona aðrar eins og leikskólagjöld og fleira. Ef með minni rétt að þá fasteignagjöldin einhvers staðar beili hvort það sé 20%, ég er ekki alveg með tölun og hreinu, en þetta þessi stofn þeir kalla þetta sjálfstæðan tekjustofn og verja hann með miklu móð. Við skulum halda þessu óbreyttu, en álagning af fasteignaskatti eins og sagði pólitísk ákvörðun. Hvert sveitarfélag getur tekið ákvörðun hæð á prósentuna og hækka svo fasteignagjöldin sem því nemur. Og svo sagði hann nefni að sveitarfélagum sumir verður refsa fyrir að nýta ekki fullu fasteignaskattanna sína. Þetta ekki alveg rétt. Allavega mín reynsla svo, komandi úr sveitarfélagum til margra ára, að jöfnunarsjóður gerur ekki. Það þá algjör undantekning. Það algjör undantekning. Já, það algjör undantekning. Sumir eins og Reykjavík fara ekkert úr jöfnunarsjóði sem dæmi. Það ekki öll sveitarfélög sem fá úr Reykjavík. Og það einmitt akkurat uppi hugmyndir það að tekja há sveitarfélög sem með sérstakan skatta eins og Hvalfjarðarsveit og fleiri ekki fá neitt framlag á jöfnunarsjóði. Nú Ingibjörg spurði eignalóðir og lóðarleigur. Það akkurat rétt að auðvitað ekki heimilt að leggja á lóðarleigu á eignalóð. Þeir sem eiga lóðina, þeir geta ekki að borga eitthvað sem leigu sem við komum á, en það lagður fasteignaskattur á lóðina. Í fasteignaskatti hús og lóðar. Bara aðeins kommentum reiknilíkun og það reiknilíkun þjóðskrár náttúrulega alls ekki gagnrýnir hafin og það raun og veru kannski eðlilegt framhald af þessum fundi að skoða þau líkun gaumgæfilega og sjá í raun og veru í hverju þau felast og hvort að þetta sé aftur óþekkti embættismaðurinn að beita hugmyndaauðgi og fyrst að Jakob Frímann þá þetta náttúrulega mikil söngvarskáld sem að semja þessa skatta þannig að þau ættu raun og veru að fá listamannalaun. En þetta raun og veru kannski út fyrir efnið en að sjálfsögðu þetta að skoða mun betur hvernig þessi skattheimta og á hverju hún beygð og hvaða breytur liggja þar að baki. Já, sælverði, Helgi Tómasson heiti ég, prófessor í Háskóla Íslands og ég kendi nú Magnús fyrir 25 árum og ég ásólda sök í þessu reiknilíkani því ég vann þarna sem ráðgjafi fyrir það sem þá sýtt fasteignamat ríkisins fyrir 25 árum og þetta ég á alveg skilið listamannalaun og allt slíkt. En hins vegar eru þessar formúlur og margar hliðstæðar bara ágætar og það gott að meta fasteigna hins vegar fráleitt að meta útkomu eða að það að segja að útkoman á þessu sé skattstofn. Það það sem það galna að það sem að einhver þarna reiknar út sé skattstofn. Nú ég líka ráðgjafi fyrir annað fyrirtæki sem líka reiknar út fasteignamat en það ekki opinbera fasteignamat og það sömuleiðis mikið list og ég svo það til margra hluta sé það mat betra heldur það sem kemur frá Þjóðskrá, miklu ódýrara og
og gagnlegra, en metin eign má aldrei vera skattstofn. Þetta fer ekki vel á því að hafa skattstofn ótengdan tekjustreyminu eða útgjaldastreyminu. Svíar til dæmis ákváðu fyrir svona 12 árum eða svo að aftengja matið skattinum. Það að nú fasteignamatskattur í Svíþjóð hjá einstaklingum föst krónutala á einbýlishús, sama hvernig það er. Þetta kemur ekki til af góðu, það er bara því að eignir hækkuðu svo svakalega að þeir sáu það var ekki hægt að láta skattina elta verðhæknir á eignamarkaði. Danir gerðu þetta líka, en pólitíski styrkunum að þar var ekki eins mikil, þannig að þeir eru ennþá með matið, en þeir segja, við leggjum bara skattin á samkvæmt matun árið 2001 og hann hefur verið fastur það síðan. Og þetta þarf að huga, og hér er vandi, því að hérna eru 2 armar þessins opinbera kerfis í reipitaujum skattgreiðendur, þegar ríkið og sveitarfélög togast á þetta og þeir geta illa komið sér pólitískt saman, held ég. Takk. Við erum komið fram yfir tíma, þannig ég ætla að leyfa aðeins síðastu athugasemdina. Þetta gaman að þessu. Við vorum að tala um mannin í Hornafirði og svo mannin í Reykjavík. Maðurinn í Hornafirði, hann að borga miklu lægri fasteignagjöld en ég í Reykjavík. En maðurinn í Hornafirði, hann kannski miklu meiri tekjur heldur en ég. Hann með sama rekstur, eða svipaðan rekstur, eins og maðurinn sem talar hérna áðan. Það á að skattleggja þegar tekjurnar verða til, ekki eitthvað kofa út í móa. Það bara gengur ekki, þetta kerfið er vitlaust. Munið þið hérna í gamla dag eftir aðstöðugjaldinu. Það var lagt á kostnað. Hugsið ykkur vitlausuna. Þetta er álíka vitlaust. Þetta á ekki að vera til, þetta skulum við reyna að breyta. Takk fyrir. Er einhver lokaorð frá ykkur eða erum við komin að loka í dag? Bara til okkar allra. Ég tel að við ættum að mynda eitthvað þrýstihópa og þetta mál sé tekið upp á Alþingi og farið í gegnum þessi lög sem eru grunnurinn að þessu. Takk fyrir mig. Ég sé hillingum að einhver markaðsmanneskja taka að sér að fara að upplýsa þessi gjöld og gera þetta miklu sýnilegra og skiljanlegra fyrir almenning. Þannig að þá erum við miklu sterkari hópur til að berjast fyrir meira réttlæti, bæði atvinnurekendur og við sem einkaaðilar. Með þessu vil ég ljúka þessu hér í dag. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, þakka ykkur fyrir ykkar framsögu og þakka fyrir góðan fund. Góðan dag.